Þegar við leggjum saman tugabrót eins og þessi hérna, tugabrót eru tölur þar sem eru kommur inn í tölunum, þá skiptir máli að láta kommurnar standast á. Það þýðir að þegar við skrifum tölurnar upp og setjum upp í bókinni, þá eru kommurnar svona í röð. Við látum tölurnar sem eru í sama sæti, hérna 10. hlutin vera í röð, einingin í röð, tugurinn, hundruðin og svo framvegis, ef að það er til staðar sem er reyndar ekki hér. Komman er í sömu röðu líka. Síðan legg ég þetta bara saman. 8 + 3 eru 11, geymi 1, 3 + 4 eru 7 plus, þetta er 8, þetta er ekki 81, því komman dettur svo beint niður. Þetta er 8,1. Skiptir óbóðslega miklu máli að vanda uppsetninguna, nota rúðurnar, því að ef ég er ekki að vanda mig, þá getur þetta farið að leka til hjá mér og komman lent á vitlausum stað. Þegar ég dreg frá, er þetta alveg það sama. Komman stendst á, ég á ekki að láta báða tölurnar byrja hér, ég læt kommuna standast á. 5 - 3, ég get það ekki, ég þarf að fá lánað. Þá breytist þetta í 4, þetta er í raun 50, ég fæ 10 lánað, svona breytist þetta í 40. 13 - 5 eru 8. Ég get þetta ekki, ég þarf að fá 10 lánaða hér og þá er bara 0 eftir hérna. 14 - 9 er 5, komman dettur niður. Sama hér, 0,386 plus 0,075. Læt kommurnar standast á. Það er að segja, 1000. hlutasætið, 100. hlutasætið, 10. hlutasætið, komman, einingin og svo framvegis. Svo legg ég bara saman, þetta er 11, 15 plus 1 er 16, geymi 1, 1 plus 3 plus 0 eru 4 og 0 plus 0 eru 0. Og ég þarf að setja 0 af því ég vil þetta sé 0, en þá er þetta komið. Hér 12,765 mínus 9,845. Læt kommurnar standast á. 5 - 5 er 0, 6 - 4 eru 2, 8, hér þarf ég að fá lána, þetta breytist í 11. Og þá verður þetta 17, 17 - 8 er 9, 11 - 9 eru 2. Og hér er nóg að skrifa 2,92. Ég þarf ekki að hafa þetta 0, ég má það hins vegar alveg. Þannig að þetta er bæði rétt. Vanda uppsetninguna, láta kommuna standast á þegar þetta er plus eða mínus. Það er aðeins öðruvísi þegar við erum margföldun eða deilingu, en við skoðum það kannski betur síðar.